Þingsetningarfundi framhaldið á Alþingi. Forseta hefur borist tilkynning mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa, frá þingflokki Samfylkingarinnar. Helga Vala Helgadóttir mun taka sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Guðjóns S. Brjánssonar og Logi Einarsson verður varamaður í stað Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur. Guðjón S. Brjánsson mun taka sæti sem aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd í stað Helgu Völu Helgadóttir sem verður varamaður. Í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mun Guðmundur Andri Thorsson taka sæti sem aðalmaður í stað Helgu Völu Helgadóttur en Guðjón S. Brjánsson verður varamaður. Jafnframt mun Oddný G. Harðardóttir taka sæti Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur sem varamaður í utanríkismálanefnd. Þá einnig borist tilkynning mannabreytingar í nefndum þingsins frá þingflokki Pírata. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir mun taka sæti sem aðalmaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í stað Jóns Þórs Ólafssonar sem verður varamaður. Jón Þór Ólafsson tekur sæti sem aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur sem verður varamaður og loks mun Jón Þór Ólafsson taka sæti sem varamaður í utanríkismálanefnd í stað Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Útbýtt á fundinum þingskjali 1, fjárlög 2020, stjórnarfrumvarp. Stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, samanber 62. grein þingskapa og umræður hana verður á morgun, miðvikudaginn 11. september og hefst klukkan 7:30 síðdegis. Samkomulag fyrirkomulag umræðunar, umferðir verða 3, 8 mínútur, 5 mínútur og 4 mínútur, en forsætisráðherra hefur 16 mínútur til framsögu. Þá það næst á dagskrá að leita þarf afbrigða frá þingsköpum, það 4. málsgrein 3. greinar þingskapa, þannig að hluta megi sæti formanna þingflokka sérstaklega og þeir hafi sæti næst inngangi í salinn og dragi innbyrðis þessi sæti. Skoðast þessi afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og þingflokksformenn hafa í trausti þess að þetta yrði samþykkt þegar dregið þessi sæti og fór sá dráttur þannig að Halldóra Mogensen hlýtur sæti 2, Birgir Ármannsson hlýtur sæti 7, Willum Þór Þórsson sæti 8, Guðmundur Ingi Kristinsson sæti 13, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sæti 22, Gunnar Bragi Sveinsson sæti 23, Oddný G. Harðardóttir sæti 44 og Hanna Katrín Friðriksson sæti 45. Þá hefur ennfremur orðið samkomulag hvernig hluta skuli sæti fyrir hv. þingmann Ingu Sæland, þannig að hún fái sæti sem henni hentar sérstaklega. Fær Inga Sæland sæti númer 6 og skoðast þetta allt samþykkt. En þá verður hlutað sæti annarra þingmanna. Sætahlutum fer þannig fram að þingmenn verða kvaddir hingað að forsetaborði með nafnakalli og draga sér sæti. Formenn þingflokka draga sæti fyrir fjarstadda þingmenn. Hlutað verður hver dregur fyrst og við upp kom talan 60. Þannig að það er Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður sem fyrstur dregur sæti. Þorsteinn Víglundsson hlýtur sæti númer 30. Þá það Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og eftir henni Þórarinn Ingi Pétursson. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hlýtur sæti 55. Þá dregur Þórarinn Ingi Pétursson og eftir honum Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þórarinn Ingi Pétursson hlýtur sæti 27. Þá dregur Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og eftir henni Andrés Ingi Jónsson. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir fær sæti númer 14. Þá dregur Andrés Ingi Jónsson og eftir honum Anna Kolbrún Árnadóttir.
Andrés Ingi Jónsson hlýtur sæti nr. 28. Þá dregur Anna Kolbrún Árnadóttir og eftir henni Ari Trausti Guðmundsson. Anna Kolbrún Árnadóttir hlýtur sæti 19. Þá dregur Ari Trausti Guðmundsson og eftir honum Ágúst Ólafur Ágústsson. Ari Trausti Guðmundsson hlýtur sæti nr. 17. Þá voru dregið sæti fyrir Ágúst Ólafur Ágústsson og þar á eftir dregur Ásmundur Friðriksson. Ágúst Ólafur Ágústsson hlýtur sæti nr. 53. Þá dregur Ásmundur Friðriksson og eftir honum Bergþór Ólason. Ásmundur Friðriksson hlýtur sæti nr. 15. Þá dregur Bergþór Ólason og eftir honum Björn Leví Gunnarsson. Bergþór Ólason hlýtur sæti nr. 4. Þá dregur Birgir Þórarinsson, forseti biðstu velvirðingar, hann hér næstur á lista. Birgir Þórarinsson hlýtur sæti nr. 33. Þá komið að Birni Leví Gunnarssyni að draga og eftir honum Bryndís Haraldsdóttir. Björn Leví Gunnarsson hlýtur sæti nr. 42. Þá dregur Bryndís Haraldsdóttir og þar á eftir Brynjar Níelsson. Bryndís Haraldsdóttir hlýtur sæti nr. 43. Þá dregur Brynjar Níelsson og þar á eftir Guðjónas Brjánsson. Brynjar Níelsson hlýtur sæti, það mun vera nr. 9, já. Þá var það Guðjónas Brjánsson og eftir honum Guðmundur Andri Thorsson. Guðjónas Brjánsson hlýtur sæti nr. 5. Þá dregur Guðmundur Andri Thorsson og eftir honum Halla Signý Kristjánsdóttir. Guðmundur Andri Thorsson fær sæti nr. 36. Þá dregur Halla Signý Kristjánsdóttir og eftir henni Haraldur Benediktsson. Halla Signý Kristjánsdóttir hlýtur sæti nr. 54. Þá dregur Haraldur Benediktsson. Háttvirtur þingmaður, ef hann ekki á svæðinu, myndi þá ekki þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins draga fyrir hann. Haraldur Benediktsson hlýtur sæti nr. 39. Þá dregur Helga Vala Helgadóttir og eftir henni Helgi Hrafn Gunnarsson. Helga Vala Helgadóttir hlýtur sæti nr. 56. Þá dregur Helgi Hrafn Gunnarsson, eða fyrir hann verður dregið fyrir Helga Hrafn Gunnarsson, formaður þingflokks Pírata. Hann verður bara að una þessu. Helgi Hrafn Gunnarsson fær sæti nr. 48. Þá það Jón Gunnarsson sem dregur næstur og eftir honum Jón Þór Ólafsson. Jón Gunnarsson hlýtur sæti 29. Þá dregur Jón Þór Ólafsson og eftir honum Jón Steindór Valdimarsson. Jón Þór Ólafsson hlýtur sæti nr. 16. Þá dregur Jón Steindór Valdimarsson og eftir honum Karl Gauti Hjaltason. Jón Steindór Valdimarsson hlýtur sæti nr. 18. Þá dregur Karl Gauti Hjaltason og eftir honum Kolbeinn Óttarsson Proppé. Karl Gauti Hjaltason hlýtur sæti nr. 47.
Þá tekur Kolbeinn Óttarsson Proppe og eftir honum Lilja Rafney Magnúsdóttir. Kolbeinn Óttarsson Proppe hlýtur sæti númer 49. Þá verður dregið fyrir Lilju Rafney Magnúsdóttur og eftir henni Líneik Anna Sævarsdóttir. Lilja Rafney Magnúsdóttir fær sæti númer 12. Þá dregur Líneik Anna Sævarsdóttir og eftir henni Logi Einarsson. Líneik Anna Sævarsdóttir fær sæti númer 21. Þá dregur Logi Einarsson og eftir honum Njáll Trausti Friðbertsson. Logi Einarsson fær sæti númer 50 og þá dregur Njáll Trausti Friðbertsson, þar á eftir Ólafur Þór Gunnarsson. Njáll Trausti Friðbertsson fær sæti númer 37. Þá er það Ólafur Þór Gunnarsson, eftir honum Ólafur Ísleifsson. Ólafur Þór Gunnarsson fær sæti númer 3. Þá er það Ólafur Ísleifsson, eftir honum Óli Björn Kárason. Ólafur Ísleifsson hlýtur sæti númer 46. Þá dregur Óli Björn Kárason, ef hann hefur áhuga á sæti í salnum, og eftir honum Páll Magnússon. Óli Björn Kárason hlýtur sæti númer 20. Þá er það Páll Magnússon, þar á eftir Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Páll Magnússon hlýtur sæti 34. Þá dregur Rósa Björk Brynjólfsdóttir og eftir henni Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Rósa Björk Brynjólfsdóttir hlýtur sæti númer 10. Þá dregur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þar á eftir Sigríður Á Andersen. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hlýtur sæti númer 24. Þá dregur Sigríður Á Andersen og eftir henni Sigurður Páll Jónsson. Sigríður Á Andersen hlýtur sæti númer 40. Þá dregur Sigurður Páll Jónsson, þar á eftir Silja Dögg Gunnarsdóttir. Sigurður Páll Jónsson hlýtur sæti númer 52. Þá dregur Silja Dögg Gunnarsdóttir, þar á eftir Smári McCarthy. Silja Dögg Gunnarsdóttir hlýtur sæti númer 35. Þá dregur Smári McCarthy, þar á eftir Steinunn Þóra Árnadóttir. Smári McCarthy hlýtur sæti númer 41. Þá dregur Steinunn Þóra Árnadóttir, þar á eftir Vilhjálmur Árnason. Steinunn Þóra Árnadóttir dregur sæti númer 11. Þá dregur Vilhjálmur Árnason og þar á eftir Þorgerður Katrín Gunnlaugsdóttir. Vilhjálmur Árnason dregur sæti númer 25. Þá dregur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þar á eftir Þorsteinn kúluna, Þorgerður, kúluna. Nei. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir dregur sæti númer 26 og þá er það síðast Þorsteinn Sæmundsson. Ekki við. Nei, þá dregur, ég bið þingflokksformann Miðflokksins að draga fyrir Þorsteinn Sæmundsson. Já, það á að vera einn eftir. Já. En við þurfum að fá það á hreint. Og það síðasta kúlan í kassanum reyndist vera númer 32, þannig að það verður sæti Þorsteins Sæmundssonar. Þá hafa allir háttvirtir þingmenn hlotið sín sæti í salnum. Og dagskrá þessa þingsetningarfundar er þá tæmd. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Hann verður annað kvöld eins og áður sagði, miðvikudaginn 11. september
og hefst klukkan 19:30. Þá flytur hæstv. Forsætisráðherra stefnuræðu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fara fram umræður hana og verður umræðunni útvarpað og sjónvarpað. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Fundinum er slitið.